Og þá komið að 9. tölulið á dagskránni sem síðar umræðu sameiningamál Akureyrarkaupstaðar og Grímseyjar. Það er bæjarstjóri sem hefur framsögu málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér komið að seinni umræðu þetta sameiningamál sem við tókum til umræðu núna í febrúar síðastliðnum. Í millitíðinni hefur ýmislegt gerst og núna á föstudaginn í síðustu viku áttum við fund með Jöfnunarsjóði og Samgönguráðuneytinu þar sem var verið að fara yfir ýmsa lausa enda til að mynda varðandi byggðakvóta, aðkomu Jöfnunarsjóðs og Íbúðalánasjóðs og fleiri mál sem ástæða til að fara yfir áður en kosningum kemur. Og mín upplifun af þeim fundi var mjög jákvæð. Jöfnunarsjóður og ráðuneyti hefur mikinn áhuga á þessu verkefni og ætla ekki að láta sitt eftir liggja til þess að þetta megi verða veruleika. Þetta tekur allt sinn tíma engu að síður, en ég vonast til þess að við munum hafa svör í tæka tíð fyrir 25. apríl. Það er verið að undirbúa og hanna kynningarrit þessa sameiningu sem verður dreift vonandi til bæjarbúa og íbúa Grímseyjar í næstu viku. Það sem að alla staðreyndir verða lagðar fram og síðan stefnum við á því að halda kynningarfundi hér á Akureyri í Síðuskóla þriðjudagskvöldi 31. mars og í Grímsey laugardaginn 4. apríl til þess að kynna þetta fyrir íbúunum. Það er gert ráð fyrir að sameiningin taki gildi þann 1. júní ef að kosningar reynast jákvæðar, en að fjárhagsleg sameining taki gildi frá síðustu áramótum, en að stjórnsýsluleg sameining taki gildi þann 1. júní. En það sem við þurfum að samþykkja hér í dag er tillaga kjördag. Að kjördagur verði laugardaginn 25. apríl, samhliða alþingiskosningum. Og kjörstjórn þegar farin að undirbúa þessar kosningar. Það er ýmislegt sem fylgir svona sameiningarkosningum. Það önnur kjörskrá heldur en í alþingiskosningum og ýmislegt fleira. Þannig það eru nokkuð praktísk atriði sem er verið að undirbúa nú þegar og hófst leið að við tókum fyrirumræðu þetta mál. En ég legg til að þessi tillaga kjördag verður samþykkt hér eftir. Orðið er laust 9. tölulið. Hjalti Jón Sveinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það líður senn að því að það verði lagt til að þessi 2 sveitarfélög verði sameinuð. Ég óska eftir því að fá að vera á þessum ágæta fundi sem verður haldinn til kynningar á málefninu út í Grímsey. Ég hef aldrei komið ánga nema á flugvöllinn, þannig að ég vildi nú gjarnan vita hvernig þetta sveitarfélag lítur út sem við erum að fara að sameinast. Og ég óttast þetta gæti orðið Akureyringum dýrt því að ég seti alla fyrirvara við loforð Jöfnunarsjóðs. En engar síður þá finnst mér þetta svolítið ankannalegt að vera sameinast sveitarfélag sem hefur aldrei séð áður og kannski fæstir bæjarbúar hér á Akureyri munu eiga þess kost í framtíðinni að skoða þetta ágæta sveitarfélag og ganga þar götur. Þannig að þetta er mjög sérkennilegt fyrirbæri. Það hefur verið sagt að það var minnst voða lítið mál fyrir Akureyringa og Hríseyinga sameinast. Ég get vel tekið undir það. En það er ólíkur saman að jafna þar sem Hrísey er hér rétt við bæjardyrnar. Nú sú sameining hefur gengið ákveðlega vel og það hefur verið mjög gaman að kynnast Hríseyingum og kynnast því sem er að gerast þar og gaman að fylgjast með því hvernig þessi sameining er að gera sig. Og ég efast svo mikið að það geti líka gerst með Grímsey og Akureyri, en það er ólíkur saman að jafna þar sem eyjan er þarna lengst út í hafi og fæstir Akureyringar hafa þangað komið. Og kannski flestir Grímseyingar hafa komið hingað. En ég vek bara athygli á þessu. En ég vil gjarnan fá að vera með þarna á fundinum út í Grímsey. Takk. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kom út í Grímsey og mér fannst það óskaplega gaman að koma þangað. Ég er hlynnt í að leggja þetta mál í dóm bæjarbúa og þannig að þeir fái tækifæri til að segja sinn hug. En það var nú reyndar ekki það sem ég ætlaði að ræða, heldur mig langaði til að spyrja bæjarstjóra að því að þessi kosning fer fram samhliða alþingiskosningum, hvernig það er með utankjörstaðaratkvæðagreiðslu, hvort að greitt er líka hjá sýslumönnum eða hvort að utankjörstaðaratkvæðagreiðsla er með einhverjum öðrum hætti þar sem sameiningakosningur er að ræða. Hermann Jón Tómasson tekur til máls.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara ítreka stuðning minn við þetta mál, þar að segja við það að þessi sameining eigi sér stað. Eins og við höfum farið yfir hér áður þá er það í sjálfu sér ágætt að málið þróast með þeim hætti að við getum lagt það í dóm kjósenda á kjörfundi 25. apríl næstkomandi og þá svona í tengslum við þá kosningu að öllu leyti. En aðeins bara umfjöllun það af hverju, til hvers, þá í mínum huga svona megin rökin í þessu máli einfaldlega þau að saman og samstaða ákveðið lykilatriði í þessu. Við höfum á undanförnum árum verið að vinna að því að sveitarfélög sameinist, að þeim fækki og þau stækki. Þetta verkefni hefur tekið kannski lengri tíma heldur en sum okkar vonuðumst eftir, en verkefnið eftir sem áður ennþá í gangi og ég fyrir mitt leyti ætla mér að halda áfram að vinna því og það gerum við með því að sýna það í verki þegar við stundum frammi fyrir möguleikum, jafnvel litlum möguleikum og litlum skrefum á því að ná fram slíkum sameiningum að þá stöndum við með þeim og tökum undir það að þær náðu fram að ganga. Síðan þetta fjöldi tækifæra í því að útvíkka sveitarfélagið, að þessi tvö sveitarfélög rennir saman og verði eitt, möguleikar sem liggja í þessu fyrir íbúa beggja. Það segir sér náttúrulega sjálft að fyrir stórt sveitarfélag eins og Akureyri þá kannski sjá íbúarnir ekki þessi tækifæri með sama hætti eins og þeir sem búa í hinu minna, en tækifærin eru enga síður til staðar. Sveitarfélagið fær á sig nýja mynd. Við höfum allt í einu stækkað út og gert það öðruvísi en það var áður og það liggja ýmsir möguleikar í því og ég ætla ekki að fara yfir þá hér en það væri tiltölulega auðvelt að tíunda þá. Nú síðan þegar maður velta fyrir sér kostnaði og peningum í þessu samhengi þá vissulega ekki hægt að fullyrða neitt það hver endaleg útkoma úr því dæmi verður en það alveg ljóst eins og kom fram í máli bæjarstjóra að af hálfu jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þá verður lagður þó nokkur peningur í þetta verkefni sem á að tryggja okkur það að kostnaðurinn vegna undirbúnings og framkvæmdar og fyrstu árana hann muni alls ekki leggjast á íbúa Akureyrarbæjar. Það gilda með þetta ákveðnar reglur og þær reglur tryggja það að þessi úthlutun eigi sér stað með vissum hætti og það allavega í fljótu bragði erfitt að sjá annað en að þeir fjármunir sem þannig fást að þeir muni gera okkur þetta vel kleift. Síðan langar við bara til að deila með ykkur tölum sem ég rakst á þegar ég var að skoða staðgreiðsluskrá fyrir sveitarfélögin Akureyrarbæ annars vegar og Grímseyjarhrepp hins vegar fyrir árið 2008 og þar kemur fram að útsvar á íbúa á Akureyri 280.000 krónur greitt hér. Útsvar á íbúa í Grímseyjarhreppi hins vegar 354.000 eða tæplega 355.000. Þannig að það ekki eins og að þarna séum við að taka að fólk sem ekki greiðir skattana sína. Töluvert þar í tala. Takk fyrir. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagnaði nú að geta kosið þessa sameiningu milli Akureyrar og Grímseyjar núna í apríl og ég vona að sameining þessara sveitarfélaga verði vonandi annar hlekkurinn í sameiningu fleiri sveitarfélaga hér við Eyjafjörð og kemur vonandi einhverju skriði á frekari sameiningu næstu árum og ég vona bara að við Akureyringar tökum jákvætt í þessa sameiningu og ég þekki nú vel til Grímseyinga og ég fullyrði að þeir hafa skemmtilega menningu og sögu sem bara góð búbót við það sem við höfum hér fyrir. Takk fyrir. Víði Benediktsson tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég hef vísu ekki tölu á því hversu oft ég hef komið til Grímseyjar. Það
Ég stundaði áætlunarsiglingar einu sinni þarna út, þannig að hún fór þarna 3 í viku að jafnaði. En ég þekki ágætlega til þarna og mér líst bara vel á að sameinast Grímsey sem og öðrum sveitarfélögum hérna í nágrenninu. Ég hef ekkert miklar áhyggjur á því að þetta þurfi að vera svo dýrt eins og Hjalti Jón bæjarfulltrúi kom inn á áðan, vegna þess að ég trúi því og treysti að þingmennirnir okkar hérna í kjördæminu og fleiri munu beita sig fyrir því að handfæraveiðar verði bara frjálsar og þá munu staðir eins og Grímsey vaxa og dafna og þá koma inn tekjur og þá þurfum við ekkert að fara að hafa neinar áhyggjur af þess háttar stöðum. En ég vil bara, ástæði fyrir að ég kom upp var svo að ég vil bara minna þá sem að fremst fara í flokki við að vinna að þessari sameiningu að í Grímsey höfn og hafnir eru dýrar í rekstri og þessi höfn mun væntanlega koma inn í hafnasamlag Norðurlands við sameiningu ef af verður. Þessi höfn hefur að mestu verið á forsjá ríkisins og þar hafa verið eyrnamerkt ákveðið fé til hafnarinnar í Grímsey og ég vil bara að minna á að þessi málaflokkur lendi ekki milli stafs og hurðar í þessum viðræðum. Jón Ingi Sessarsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að nota þetta tækifæri til að lýsa því yfir að þessar sameiningu hugmyndir styð ég heils hugar. Þegar Hrísey sameinaðist Akureyri þá auðgaðist bærinn okkar og sameiningin hefur styrkt báða staði. Eins mun verða með Grímsey, Grímsey eykur okkur fjölbreytni og Grímseyingar og Akureyringar hafa alla tíð átt mjög nána samvinnu, prestur, læknir og svo framvegis. Þannig ég lít nú bara á þetta sem ákveðin loka áfanga í þeirri sameiningu sem hefur átt sér stað hér síðustu áratugi, hægt og bítandi. Jafnframt tel ég þetta hluta af væntanlegri sameiningu Stór-Eyjafjarðarsvæðisins sem mun væntanlega gerast á næstu, ekki allt á löngum tíma en það mun gerast og óþvingað vonandi. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Já, ég vil ítreka það sem ég hef sagt hér áður að ég ákaflega hlynntur þessum sameiningar þreifingum við Grímseyinga. Tel það vera okkar samfélagslegu skyldu í ljósi aðstæðna að bregðast við þeirra óskum að ná þessum samningum. Aðkoma ráðuneytisins hefur verið mjög jákvæð. Samskipti þessara staða hafa verið mjög mikil og náin eins og hér hefur verið nefnt og þjónar Guðs starfandi í Reykjavík eru fannir að bila til okkar í gegnum blaðagreinar þetta líka. Þannig til að auka þrýstinginn. En ég hef margoft sagt þetta áður að ég styð þetta mjög eindregið. Ég eins og fleiri hafa lýst hér áðan hef oft komið til Grímseyjar. Get vottað það að það mikið sóma fólk. Ef ég skildi bæjarfulltrúa Hjalta rétt þá markaðist heimsókn hans til Grímseyjar við flugvöllinn. Það nú einhver snölllegasta heimsókn til Grímseyjar sem ég hef heyrt afhreiðlega. Get þó huggað hann í því að það sem hann sagðist alltaf ganga götur Grímseyjar og skoða, það mjög fljótlegt að ganga götur Grímseyjar, tekur ekki mikinn tíma. Ég hef nú verið þeirra ánægð annartandi að kenna börnum sem hafa komið frá Grímsey í efri bekk í grunnskóla. Þetta hafa verið mestu sómabörn, afbragðsnemendur, skemmtilegir, aldir upp við aðrar aðstæður heldur en okkar borgarbörn hér og hafa aukið flóruna í skólanum á mjög skemmtilegan hátt. En ég svo sem skal alveg játa það líka að þessi viðbót með það að bæjarbúar kjósi þessa sameiningu og hún mjög jákvæð. Þetta var eini þátturinn sem eitthvað stóð í mér í þessu ferli og hafði efasemdir og nú það komið inn og þetta verið kosið og ég á ekki von á neinu öðru en að þetta muni ganga eftir. Elín Margrét Hallgrímsdóttir tekur til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, ég ætla að taka undir það sem fram hefur komið hér. Ég mjög ánægð með það að við sameinumst Grímsey. Ég held að þetta sé bara mjög góð viðbót við okkar menningarlíf og þarna harðduglegt fólk og
sem að vissulega gefur þeim svolítið annan blæ að búa svona langt út í hafi á þessari fallegu eyju og vissulega ég sátt við að það skuli eiga kjósa þetta og það nú svona það eina sem jákvætt við það eiga að fara að kjósa held ég að þá kjósa þannig sameiningu við Hrísey og Grímsey og menn fái það tækifæri til að segja skoðun sín en ég vona sannarlega að menn líti þetta jákvæðum augum. Þetta liður í því að sameina sveitarfélög hér sem virkilega við þurfum á að halda til að standa sterkari fótum og skjóta styrkari stóðum undir okkar samfélag hér. Þannig að ég hvet fólk virkilega til að skoða þetta með jákvæðu hugafari og sem að væntanlega þá liður í því að það haldist lengur byggð og fólk sjáu sér hagi að búa út í þessar eyju því það virkilega held ég ekki einfalt líf að vera á veturna út í Grímsey í öllum veðrum. Ég allavega sæi mig ekki alveg í því þannig að ég vona sannarlega að fólk fái tækifæri til að fara þarna út og sem ekki hefur farið þarna, ég hef nokkuð sinnum komið þarna, það mjög ánægilegt. Þannig að ég hvet fólk til að skoða þetta með jákvæðu hugarfari og styð þessa sameiningu eindregið. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, við endurtökum öll hér aftur hvað okkur þykir þetta nú áhugavert og við gerum það einhvern tíma hér við fyrri umræðu og ég get nú sannarlega endurtekið allt sem ég sagði þá, ég ætla nú bara að sleppa því og get þó bætti við að ég hef komið bæði með varðskipi og gamla drangi og svo náttúrulega flugi. Ég bara, mér langar að beina þeim spurningu til bæjarstjóra Sigrúnar að þeir tóku jákvætt í þetta eins og Jöfnunarsjóðurinn og það var þá rætt kvótamál og annað. Þetta skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að við förum vandlega í þennan undirbúning og hvað það kostar, það auðvitað skiptir máli og við ætlum að ganga hann frá, það ekki, að Jöfnunarsjóður og það verði gengið hann frá hnútum, að það sé vitað hvernig að frágangur á flugvellinum og þá að hann sé í góðu standi og hvað framöndan til að styrkja höfnina. Og þetta náttúrulega mjög mikilvæg höfn. Það nú aldeilis, ég tek undir það með víði, það alveg, þarna hægt að fara bara heim í kaffi og fara svo að fylla bátinn aftur þegar góð fiskigengd þannig að miðin eru þannig allt rétt við og landa. Og þannig gaman að vera í svartfuglinum og eggjunum og ég get aftur ítt undir það að það eru þessi líffræðilegi fjölbreytileiki alveg bjargfuglin og margar tegundir þarna sem þetta svo eftirsóknarvert í alla ferðamennskuna. Og ég held við ættum að skoða þetta líka með hvort það til dæmis með sorphirðuna og hvort hægt að búa til eitthvað eldsneyti þarna, hvernig þetta getur orðið sjálfbært samfélag og vita hvort við getum komist að samningum við Umhverfisstofnun ákveðin verkefni. Það svo spennandi að gera það. Og ég myndi skoða það bara hreinlega hjá umhverfisráðuneytinu hvort að Umhverfisstofnun væri til í að leggja okkur lið þannig. Í því að gera þarna bæði til að spara flutninga og það væri á mörgulegt svo hagrænt að fara í einhver ákveðin sérstök verkefni þarna úti. Og svo mætum við bara öll á sólstöðuhátíðinni í vor og ég hlakka til að sameinast Grímseyingum. Takk fyrir. Á svara bæjarstjóri spurningu sem fram á komið og sauma saman umræðuna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara byrja því að takka fyrir þessu umræðu sem hér átt sér stað. Það var eins og við fyrri umræðu ákaflega hreinskilin og góð. Og ég ætla að byrja á fyrirspurnum bæjarfulltrúar Helenu Karlsdóttur varðandi utankjörfundar atkvæðagreiðslur. Lögum samkvæmt má hún ekki hefjast fyrir en að við höfum afgreitt þetta seinni umræðu, þannig að hún getur hafist vonandi í seinnipartinn þessari viku og hún fer fram hjá bæði oddvita í Grímsey og hjá sýslumanni hér. En það þurfti þessa afgreiðslu til þess að koma þeim málum af stað. Hvað varðar aðkomu Jöfnunarsjóðs, þá eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Hermanns, þá hann að vinna samkvæmt ákveðnu regluverki, ákveðin framlög varðandi grunnskóla, tekjujöfnun, útgjaldajöfnun og fleira sem hann byggir sín framlög á. Hins vegar ráðuneyti samgöngumála, sveitarstjórnarráðuneyti jafnframt og það hefur liðsinnt okkur mjög vel í þessu máli. Og athuga máli hjá bæði Siglingastofnun varðandi samgönguáætlun og fyrirhugaðar framkvæmdir í Grímsey, hvaða framkvæmdir eru fyrirhugað og hvort að þessi sameining eigi eftir að hafa einhver áhrif á það. Niðurstaða Siglingastofnunar að svo sé ekki. Þetta mun verða í umsjá Hafnasamlags Norðurlands og ég treysti því
samlagi ágætlega til þess að annast hagsmunagæslu fyrir höfnina og fyrir þetta byggðarlag. Höfnin verður að vera góð bæði því hún náttúrulega lífæðin og atvinnuvegurinn og síðan jafnframt ferjulagi. Þannig að þeir hlutir þurfa einfallega að vera í lagi og allavega samkvæmt þeim svörum sem að samgönguráðuneytið afhenti okkur ekki þess að bendi til annars. Flugstöðin ný, hún var vígð 1999 og ágætis flugbraut þar ekki, þannig að framkvæmdir þar eru ekkit brýnar eða nauðsynlegar í náinni framtíð og engin breyting fyrirhuguð þar á þráttur þessa sameiningu. Við ræddum á fundinum með ráðuneytinu og fulltrúum Jöfnunarsjóðsins þær hugmyndir að innleiða þarna staðardagskrá 21 og við munum hrinda því verkefni í framkvæmd á þessu ári og hefja undirbúning að því án efa og við vorum hvött til þess að einmitt að sækja styrki til þess að fara í tilraunaverkefni, þróunarverkefni á sviði úrgangsmála eða annarra mála. Þannig að það eru mörg verkefni sem að verður gaman að vinna í þessu samfélagi. Jafnframt eru margar hugmyndir hjá skólanefnd og ég vil bara fagna því verki sem að skólanefnd hefur unnið í þessu máli varðandi skoðun á fjarkennslu, að vera þarna með skóla eða skóla í boði fyrir börn frá 18 mánaða til 14 ára aldurs eins og hugmyndir eru uppi. Og það er ýmislegt í gangi þar sem bara verður mjög frjó og skapandi verkefni sem verður að setja af stað. Það er fyrirsjáanlegt breytingar þarna í skólamálum. Skólastjóri kennari eru að láta þarna störfum eftir 13 ára starf og hverfa á nýjan vettvang, þannig að það býður okkar að finna nýtt fólk til að taka við. En það eru, ég lít svo á, það eru bara tækifæri sem eru í þessu stöðu fyrir því öfluga skólastarf sem hér er að finna hér í bæ og að nýta þá reynslu sem við búum að til þess að efla þá kennslu og þá fræðslu sem þarna á sér stað. Og ég tel að með þessu þá hafi ég nú svarað þeim spurningum sem voru svona beint til mig sérstaklega. Þá er umræður lokið og við göngum til afgreiðslu á því máli sem hér liggur fyrir. Samstarfsnefndin sameiningu Akureyrarkaupstaðar og Grímseyjarhrepps hefur ákveðið að skuli fara fram kosningar sameiningu þessara tveggja sveitarfélaga. Það er gert ráð fyrir því að sameiningin taki gildi 1. júní 2009 og bæjarstjórn Akureyrar fari með stjórn sameinaðs sveitarfélaga fram að næstu almennu sveitarstjórnarkosningum. Samstarfsnefndin hefur gert tillögu kjördag og það er bæjarstjórnar að taka afstöðu til þess. Hér liggur fyrir tillaga samstarfsnefndarinnar að kjördagurinn verði laugardagurinn 25. apríl og ég bið þá bæjarfulltrúa sem vilja staðfesta þá tillögu að gefa merki. Hún er samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.